Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við aðeins að fara yfir það hvernig við einföldum ræðarstæður og þá sjáum við líka hvers vegna við þurftum að æfa okkur í að þátta í síðasta myndbandi. Ég nefni oft þessa leið hérna sem að menn þurfa að fara til að einfalda ræðarstæður. Það er að segja að byrja að þátta og stytta síðan út það sem er eins í teljara og nefnara. En það fer dálítið eftir því hvernig ræðarstæðan lítur út, hvernig við þáttum. Og hér er eitt dæmi ræðarstæðu og eins og við sjáum þá er engir plúsar eða mínusar sem koma fyrir í dæminu og ef svo er þá er nóg fyrir mig að þátta með því að skráa þetta sem margfeldi, frumþátta tölurnar og skrifa bókstafina sem margfeldi í staðinn fyrir að hafa það í veldi og strika síðan yfir það sem er eins í teljara og nefnara. Ég sýni ykkur dæmi þetta á eftir. En hér er önnur tegund af ræðri stæðu og þið sjáum að núna eru plúsar og jafnvel þó að væri mínusar sem koma fyrir annarkvort í teljara eða nefnara eða jafnvel á báðum stöðum, þá verðum við að þátta eins og við fórum yfir í síðasta myndbandi, það er að segja að taka út fyrir sviga. En við skulum líta á nokkuð dæmi. Hér er þessi einfaldari gerð af ræðustæðu og hér dugar okkur að skrifa allt sem margfeldi og frumþátta tölurnar. Það er að segja við þáttum og styttum eins og kemur fram hérna. En reyndar eins og stendur líka í bleika kassanum. Þessi aðferð með að skráa þetta sem margfeldi getur verið stundum frekar seinleg. En kosturinn er að hún er ansi örugg og hún sýnir líka svona glögglega hvað er að gerast. Þannig að við skulum fara þá leið. Við skráum 6 sem margfeldi 2 sinnum 3 og x í öðru veldi verður hérna x sinnum x og svo framvegis. Og þá get ég strikað yfir það sem er eins í teljara og nefnara. Þessi tveir aðrir eru bara einn heill og það er hlutlaust, þannig að það má dettur út. Sama gildir x x-tu sem er líka einn heill og það er alveg hlutlaust og hverfur. Og svo margfelda ég bara saman það sem að stendur eftir, sem er þá 3x uppi og 2 y hérna niðri og fæ þannig út loka svar. Nú, þegar menn eru búin að ná nokkuð góðum tökum á þessu þá eiginlega gerist þetta skref hérna í huganum og þá þurfum við ekki endilega að skrifa það niður en þetta er svona frekar örugt þó að taki smá handavinnu og pláss í bókinni. Þannig ég mæli alveg með því. En kíkjum á hina tegundina af ræðum stæðum sem ég var að nefna. Það er að segja þessa tegund þar sem að plús eða mínus kemur fyrir að þá verðum við að þátta hvort sem okkur líka betur eða verð. Og við verðum að þátta þannig að það komi fram svíi. Þannig að við gerum alveg svo við fórum yfir í síðasta myndbandi. Það er að segja ég reyna að fá sviga og eitthvað fyrir framan svigan. Það er nokkra leiðir sem ég kynnti til þess, ég ætla ekki að endurtaka það hér, gerir ráð fyrir að þið muni það. En nú sjáum þið að það sem er hægt að strika yfir er heill svíi. Það telst vera í lagi að stróka út heilan sviga svo lengi sem það er annar nákvæmlega eins svíið á móti. Og þá er loka svarið við þessu bara 2/5. Til þess að stytta svona stæðir þá þurfum við náttúrulega að vera búin að ná tökum á því hvernig maður þáttar með að taka út úr sviga. Þannig að þið voruð að æfa það í síðasta tíma. Samlokaregla og ferningsregla sem er nefnd hérna. Þið þurfum ekki að hugsa alveg hana strax eða þær reglur strax. Þær koma þess aftar í kaflanum og þið getur beðið bara spennt þangað til það gerist. En allavega þið þurfum að kunna þátta annarkvort með að skrá sem margfeldi eða þátta með að taka út úr sviga. Og við skulum renna í gegnum 2 dæmi viðbót, eitt af hvoru. Hér er sem sagt engin plús eða mínus í þessu dæmi, þannig að það er bara að skrá þetta sem margfeldi. Og svo förum við yfir allt það sem er eins uppi og niðri og strikum það út þvers og krus. Sýnið það hérna. Styttum 5-urnar, styttum x-in og margfeldum saman það sem eftir er. Nú, síðasta dæmið að lokum, þá sjáum við að í nefnaranum er mínus, sem þýðir að í nefnaranum verðum við að þátta þannig að það komi fram einhver svíi og eitthvað fyrir utan svigan. Í teljaranum aftur á móti er engin svíi, þannig þá er nóg að skrifa þetta sem margfeldi. Þannig við förum eftir þessari tuggu hér, við ætlum að þátta og síðan stytta. Þannig hvernig þáttum við 14, það er bara 2 sinnum 7
Og hvernig þáttum við það sem í nefnara? Jú, þurfum að taka út úr í svega. Sumir geta séð að 7 gengur upp í báða liðina og það er x á báðum stöðum. Og þess vegna kemur 7x fyrir fram að svegan. En núna allavega getum við farið að strika yfir eitthvað í teljara á nefnara. Í þessu tilviki það bara 7 sem að dettur út og lokasvari lítur þá svona út. 2 í teljaranum og x sinnum 3 mínus y í nefnara. Það er svo sem ekkert sem bannar það að margfalda inn í svegan þegar maður er búinn að stytta allt út sem hægt að stytta. Þannig að þið mættu skila svarinu svona og hafa í nefnaranum þá 3x, ef ég margfalda hérna saman, og svo x sinnum y sem eru þá xy. Þetta er svo sem alveg jafn gott svar ef þið viljið það heldur. En ég ætla að hafa þetta svona og ég ætla líka að ljúka þessu með þessum orðum og leyfa ykkur að spreyta ykkur á dæmum í bókinni. Takk fyrir mig.